Komið blessuð og sæl og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Jólin nálgast, hingað kemur ungur maður sem þekktur fyrir það að, hann hárgreiðslumaður, hann vaxtarræktarmaður og hann leiðsögumaður. Og hann ætlar að segja okkur frá því, meðal annars, hvað mikið að gera á þessum árstíma jól, endilega í því að þjóna ferðamönnum sem vilja koma hingað til Íslands. Sigurð Karl Aðalsteinsson heiti maðurinn frá Húsavík, kallaði Siddi, hárgreiðslumaður. Gjörið svo vel. Sigurð Karl, vertu velkomin. Takk fyrir. Á ég ekki kalla þig bara Sidda? Jú, fínt. Það þekkja þig allir sem Sidda. Já. Úr hárgreiðslunni. En þú ert hérna nú ertu reyndar búin að fara úr dúnjakkanum og þessu. Þú ert í leiðsögumannagallanum núna. Já. Komstu bara til mín bara nánast beint úr vinnunni? Já, ég í vinnunni og var að sækja fólk út á flugvöll sem að fara í Norðurljós og svo með mér á tími upp á Mývatn á morgun. Við erum með 13 mismunandi ferðir og ein að byrja kl. 9 á morgnana og við erum komin heim kl. 5 og förum í kringum Mývatn og förum í lónið og borðum góðan mat og njótum þess að sjá alla þessa fallegu staði. Já. Hvernig þetta starf? Yndislegt. Alveg sama, þú sett að fara sömu ferðina dag eftir dag eða með fullt af fólki dag eftir dag. Aldrei þreyttur á þessu? Nei, ég ekki þannig. Hvernig er röddinni? Mjög góður. Við erum alltaf með mikrofóna og við þurfum ekki að beita röddinni. Við pössum það mjög vel. Já. Þannig að það er mjög mikilvægt. Ég verð aldrei leiður á neinu. Ég bara þannig. Ég er búin að vera hárgreiðslan í yfir 30 ár. Ég verð aldrei leiður á þessu. Nei, alltaf gaman að fara í vinnuna. Mér finnst það. Já. En segðu mér meira af þessu leiðsögustarfi. Mér finnst þetta alltaf skemmtilegt, Hvað er fólk að gera núna? Manni finnst það er að koma jól. Já, það er fullt af fólki sem hefur meira gaman að fara á veturnar og þælast á veturnar. Já. Og vera í kulda frekar en hitta. Það er nú svo skemmtilegt með það. Og svo kyrrðin, það er engin mannmergð og við erum þarna nánast ein á hverjum einasta stað þegar ég er með fólkið og þetta er virkilega gaman að vera með fólkið þarna og þegar maður næri þeim oft og mér finnst stundum fólk ekki alveg vera á staðnum með mér og maður talar það. Ertu með mér í hugunni hérna? Ertu ætlar að njóta þessum kvöldið að þú hafir gert þetta? Þá oft sér maður að bara fólkið það slaknar á öxlunum og maður næri þeim bara njóta þess að vera hérna núna með mér. Næri jarðtengingunni fyrir þau. Já, það er oft sem að maður, ég hef oft orðið var við það sjálfur þegar ég er einhvers staðar að þælast að maður er einhvers staðar og allar bara svo eftir á fer maður að njóta þess þegar maður er á staðnum. Er þetta mest útlendingar á þessum tíma? Allt saman útlendingar. Allt saman? Já. Og hvaðan kemur þetta fólk? Þetta ég var að sækja fólk í morgun frá Bretlandi, Bandaríkjunum og Kína. Og Kína. Þeir eru fættir að koma mikið í Kína? Mjög mikið. Já. Hvernig að umgangast þetta fólk? Það er mjög yndislegt. Kínverjarnir og Japanir aðeins öðruvísi eru svolítið skemmtilega þýletin að þeir spyrja mjög oft ef þeir eru bara þeir í bílum, þá spyrja þeir mjög oft hvað er langt inn að það stoppistöð og ég segi það, þá bara ok, svo sofna þeir bara. Þeir njóta ekkert á milli staðana, það kom okkur svolítið óvart. Já, þeir eru með ákveðna fallega stoppustæði en þeir vilja ekkert horfa á milli. Allt og mikið þannig, ég veit ekki hvort þetta er bara lenska hjá þeim út fyrir að þeir fara upp í lestarnar sínar og keyra á milli og njóta þess bara að sofa og spara orkuna og gera hérna líka en já, þetta kom okkur svolítið óvart þegar við vorum að byrja að fá þá að hvað þeir voru ekkert að njóta þess að horfa í kringu sig á milli staðana. Manni finnst eiginlega það er merkilegt að sé alltaf fullt af fólki að þvælast á þessum árstíma. Það er svo miklu meira en fólk gerir þessi grein fyrir. Já, það virðist vera. Það er alveg fullt að gera hjá okkur. Hvað ertu búin að vera lengi í þessu? Ég er búin að vera 3 ár núna og hjá Saga Travel allan tíman og ég er búin að vera 1 ár hjá þeim fastráðinn. Já. Og sem sagt og ég reyndar að klippa 1 dag í viku alltaf á 5 dögum ennþá.
Ertu? Já, ég verð að gera það. Ég trúi því ekki. Ég verð að hitta kúnnana mína og bara, þetta svo yndislegt fólk. Já, en skemmtilegt. Já. Og ég get ekki gefið það alveg upp. Þannig að en þetta bara virkilega líflegt og skemmtilegt starf finnst mér. Og ég hef bara svo gaman að íslenska náttúru og endalaust gaman að þvælast og kynnast fólki. Hefur þú alltaf verið þannig? Já. Ég man aldrei öðruvísi eftir en á einhverjum ægilega miklum jeppum. Já, ég hef... Þannig að þú ert alltaf til fjalla? Já, ég var það mjög mikið. Á tímabili var ég eiginlega of mikið. Já. En í dag ég rólegri þannig að ég fæ svo mikið út úr þessum ferðum að ég svo sem hef ekki mikla orku til þess að vera að ferðast mikið utan við það sem ég að gera í dag. Þú sést þér í föstu starfi sem leiðsögumaður? Já. Kemur þú bara 8 á morgnana? Já. Þú segir ekki, verður þetta á hverjum degi? Alla daga. Eru ákveðnir svona hringir sem þið farið í núna eða eru svona dreifðar eða breytingar eða breytanlegar ferðir? Við förum mest upp í Mývatnssveit, við erum með fastar ferðir, svo getum við líka klæðskerasaumað ferði ef að kúninn vill það, en venjulega kaupa bara fastar ferðir hjá okkur, það oftast klukkan 9 á morgnana förum við af stað upp í Mývatnssveit. Svo erum við með aðra ferð klukkan 1 og þá endum við á því að taka norðurljósin heim miðnætti, þá erum við ekki komin heim fyrir miðnætti. Með 3 rétta málsverð og farið í lónið og þetta allt saman svona mjög rólegir túrar þannig lagað og við gefum okkur góðan tíma og fólkið alveg ofboðslega ánægt með þetta. Vel klætt þetta fólk, hvað að segja, þau vita hverju þau ganga? Yfirleitt erum við með það, já. Er þeim kalt? Stundum, vindurinn svolítið óvinnur þeirra. Já. Eru svolítið óviðbúin því en við erum í þessum ferðum ekki að labba langt eða lengi þannig að ef við erum að fara á Dettifoss þá þurfum við að vera mjög vel útbúið fólk og þá eigum við oft eitthvað til þess að lána þeim og við erum oft með það með okkur og ef við förum í hellin, við erum líka með mjög skemmtilegan helli sem við förum í sem til lofthellir og þar erum við með útbúna hjálma og skófatna fyrir hvern einastan sem kemur með okkur því að við erum að labba á ís þar þannig að það enginn sem viðbúinn því og við þurfum líka að vernda hellin mjög vel þannig að það ákveðin búnaður sem passar okkur í hellin því að hann í okkar umsjá og þetta okkar perla, við pössum hann rosalega vel. En norðurljósin? Einar Ben reyndi að selja þau? Já, þetta snilld. En það svo gaman að fylgjast með fólkinu þegar það sé norðurljósin, því líkur áhuga á þessu. Já. Og þetta eitthvað sem að maður áttar sig ekki á hvað þetta svakalega stórt atriði fyrir þú að sjá þetta. Já. Og það kemur aftur og aftur hérna ef ég hitti konu daginn sem var búin að koma hérna 4 sinnum, hefði aldrei séð það og hún ætlaði bara að koma 5. skiptir engu máli, hún ætlaði bara að sjá norðurljósin. Þetta var bara draumurinn. Já. Og hvað það svona sem að heillar þau mest í sambandi við þetta? Við erum alltaf ekkert að marka okkur, við erum alveg upp við þetta og alltaf séð þetta en þrátt fyrir það það alltaf fallegt. Þetta náttúrulega stórkostlegt ef þú aldrei séð þetta. Ég held að það liggi bara alveg í augum uppi Og svo náttúrulega við erum með mjög 2 strákar sem eru eiginlega bara spesialistar í þessu. Þeir eru algjörir snillingar að finna þau. Nei, það? Og þeir kunna rosalega vel á hvernig þau myndast og í hvað hæð það skiptir svo miklu máli í hvað hæð þau eru upp á litin. Já. Og fróðleikurinn sem þeir geta gefið af sér í sambandi við þau og eins líka taka þeir og hjálpa þeir að kenna þeim á myndavélina til þess að geta tekið myndir af þessu. Já. Þeir eru spesialistir í því líka. Það hlýtur að vera dálítið mikið atriði að eiga mynd af norðurljósunum, en það er svolítið snúið að taka myndir af þeim. Það getur verið það, já, rétt ljós og per bara skiptir öllu máli. Og en þetta það sem við erum svo góðir í eiginlega, ég ætla bara að hæla okkur svolítið hjá Saga með það, við erum með alveg frábært starfsfólk sem að gera mjög góða hluti, enda fáum við alveg snilldar trippaðdagsina. Og já, ég rosalega stoltur af fólkinu sem að vinna þarna. En hvað eru margir að vinna á þessum stað? Við erum 13 í föstu starfi þarna. 13 í föstu starfi? Og svo erum við með gæta sem eru svona, já þeir koma bara inn þegar og það bara nóg að gera, þeir eru yfirleitt allan dag að keyra eitthvað fyrir okkur En þeir eru meiri verktakar. Keyrir þú sjálfur? Já. Þú keyrir einn af þessum bílum? Hvað eru margir í bíl hjá þér? Ég yfirleiðsögumaður hjá fyrirtækinu og keyri yfirleitt alla daga nema ef það rólegt þá kannski kem ég inn og á skrifstofuna að hjálpa til að arrangera hinn og þessu og stundum ég með verkefni á skrifstofuna þar sem við erum að búa til ferðir því að ég svo vanur að ferðast og ég gerir mér svolítið grein fyrir tímaáætlunum hér og þar og þannig að það gott að hafa þá reynslu í þessu. En já, ég gengi öll störf en mér mest gaman að ferðast.
Þú hlýtur náttúrulega að þekkja alla á öllum stöðum. Já, bæði fólk og ég þekki náttúrulega hvern einasta stein á Íslandi, sko. Já, og sko, þannig að þetta er kannski, ef á breyti einhverju, þú getur hringt í þennan og hann þekkir þig og þú þekkir hann og það er svo lítið mál kannski sjálfur sér að breyta til ef í dag er farið. Já, það er mjög auðvelt, en þekking á landinu mínu hef ég búin að fara allt, ég er bara búin að þvælast allt. Siddi, sko, þú ert hárgreiðslumaður. Já. Búin að vinna í því í hvað? Ég byrjaði 77, fór að læra 77. 77? Kollungur, bara strákur? Já, ég var 17 ára. Já, og akkur? 17 ára. Þú ert frá Húsavík, veit ég? Ég get nú ekki ímyndað mér að strákur frá Húsavík hafi verið karlmannlegur sem að segja ég ætla að læra hárgreiðslu. Nei, það kom svolítið óvænt upp að það var eiginlega bara móður mín sem stakk upp á þessu. Hún spurði bara hvað langar að læra. Ég var búinn að taka 1 ár í að reyna að ákveða, gat ekki ákveðið mig. Og þá sagðist hún að tala við hárskeiðarann á staðnum og hann vantaði lærling og ég bara klár. Og ég stökk bara af stað. Og þú fórst bara í það? Er þetta dálítið svona hjá þér að þú bara neglir þetta? Já, ég á mjög auðvelt með að taka ákvörðun og þá stend ég bara við þar. Já. Það er, já. Og þú lærir? Ég lærði fyrir sunnan í ár að Klapparstíg og kom svo aftur til Húsavíkur aðeins, en Húsavík var aðeins svo lítill staður fyrir mig í hárinu. Já, já. Svo ég fór suður aftur og svo endaði ég að fara ég endaði reyndar í hárgreiðslu landsliðinu. Já, já. Og þannig að ég fekk baði vinnu í Noregi hjá vinnu mínu sem er alveg magnaður í að var Norðurlandameistari og Evrópumeistari í hárgreiðslu og fór að læra því honum meira. Já. Og svo til Danmörkur aðeins og kom svo beint frá Noregi til Íslands aftur og opnaði þá stofuna hérna til Akureyri. Það langaði mig að vera hérna fyrir norðan og Akureyri finnst mér alltaf yndislegur staður og hérna Húsavík var bara einfaldlega og lítill fyrir mig. En akkur varstu ekki í Reykjavík? Ekki aðal töffrandi þar? Jú, kannski. Mér langaði einhvern veginn ekki í Reykjavík, en suðaði þá þetta konunni minni að koma til Akureyrar og ég vissi að bara það væri yndislegt að vera hérna. Ég hef aldrei séð til því. Það er búið að vera alveg frábært að vera. Og svo náttúrulega hefur unnið í þessu öllu og... Já, ég hef búin að vera hérna og það er búið að ganga yndislega vel og bara hérna, ég þakka fyrir það hvað þetta er búið að vera frábært að vinna við Akureyringa og svo var ég í keppni, ég er mikill keppnismaður. Já, þú ert það. Mikill keppnisskap og ég var að keppa í hárgreiðslu í held ég 15 ár. Já, þannig er ég að keppa í eitt skiptið. Þetta er rosalega vinsælt. Þannig er ég svolítið einbeittur með mikið hár sjálfur. Já, mikið og fínt hár sko. Ertu í útlöndum þarna? Nei, þannig er ég ég held Hótel Sögu að keppa. Já. Og ég náði að vera Íslandsmeistari held ég 7 sinnum. Nei, er það? Já, ég gefst aldrei upp fyrir ég næði að verða Íslandsmeistari. Ég verði að vera það. Já, þú ert snarpur í því. Það var stundum erfitt því að ég var einn hérna fyrir norðan og strákarnir voru ofta að hittast fyrir sunnan og æfa saman og gera hlutina saman en ég náði alltaf að vinna á. Já, er það? Já. Það er ekki bara þetta, það er náttúrulega hitt eins og maðurinn sagði, það er líka sko líkamsræktin sem þú ert búin að vera í og fara í gegnum. Já, svo fikk ég æði fyrir því. Ég hef reyndar alltaf æft vel og verið í íþróttum alveg frá því ég var 7-8 ára gamall. Já, þú náttúrulega hlýtur að hafa byrjað í íþróttum á Húsavík sem strákur. Já, ég var í fótbolta. Það gerðu það allir. Já. Ég endaði í fótboltanum eftir 16 ára aldur en ég var hins vegar á svona litlum stað, þá verður reynilega að taka þátt í öllu. Ég var í öllu nema svona körfuboltan og blækið, það voru ekkert kannski, ég hafði ekki það á hæð sem þurfti. Nei. En jú, ég var náttúrulega eldsnöggur og það hjálpaði mér mikið að vera klókur en hérna, ég var á skíðum og ég var í öllu. Í hverju ertu enn í dag? Í dag er ég bara í fitness eða... Já, þú ert í því? Já. Æfirðu það alltaf? Mikið? Já, mikið. Ég er að keppa í því ennþá. Ég trúi því ekki. Ég var annar í Evrópumeistarmótinu á þessu ári í mínum aldursflokki út á Spáni. Hver er sá aldursflokkur? Hann er 50-59 ára. Já. Geta menn verið í svo endalaust? Já, ef þú vilt það, já, það er engin spurning. Ég hef séð menn þarna 75 ára í feikna formi. Þetta er alveg snillt og það fyndnasta var að ég var elstur í mínu flokki þarna þegar ég keppti út við og það fyndnasta var að ég var líka hæstur. Þeir voru allir náðu mér bara upp í eyru þannig að ég var... Þú var stóri maðurinn? Ég var stóri maðurinn og kom með hálsri að heilsa niður fyrir mig eins og óvanur því. Þetta var mjög óvanlegt. En það er kostur að sumu leyti að vera ekkert óhári
í vaxtarækt og fitness. Og liftingum og þessu áttar. Já. En fékkstu mikið út úr þessu? Já, ég fæ það. Ég reyndar var bara að æfa með syni mínum og bróður mínum sem eru reyndar að vinna með mér í hárgreiðslunni líka. Bróður minn endaði í hárgreiðslunni líka en eftir að vera svona fjölskyldu. Já. En við vorum að æfa meira í svona þrautum og öðru og ég fór að keppt í meðal annars þrekmeistaranum á sínum tíma. Já, sem að hlýtur að vera mikið mál. Það rosalega erfið grein. Sem betur var svo heppinn, ég vann hana í þetta eina skipt sem ég keppti og ég hét ég gerði aldrei aftur. Já. Þá fór ég yfir í fitness og athugaði hvernig mér liði þar og ég bara þreifst rosalega vel þar. Sonur minn hins vegar tók við að mér í þrekmeistaranum og á Íslandsmetið ennþá þar, hann feikilega öflugur þar. Já. Ég ætla ekki að segja hvað hann sló mitt met með miklu mun, það var, hann rosalegur. En hann tók ekki bara við því? Tók hann ekki við stofunni? Jú, hann tók við stofuna og við meiri sem náðum í eitt skiptið að verða fitnessmeistarar, Íslandsmeistarar í yngri og eldri. Ég var yfir 40 og hann var yngri. Þannig að við erum búin að gera ýmislegt saman. Já, en gaman. Já. Hvað, áttu fleiri börn? Já, ég á þrjár dætur svo eða ekki. Yndislegar dætur sem eru reyndar farnar búa í Reykjavík og ein var í Mílanó í námi og ein í Danmörku. Já. Þannig að þær eru svona... Unga fólkið það flýgur út. Já, þær eru bara að læra og gera það rosalega gott og mjög heppin. Það er gott að gera. Yndisleg börn. Svo er 3 barnabörn, þannig að ég er ansi ríkur. Þú ert bara með sterkari vöfum þá á svæðinu. Já. En sko, ég veit að þú hefur náttúrulega ótal áhugamál, sko. Þú ert náttúrulega eins og þessi bílamaður og íþróttamaður og keppnismaður og mikill. En hvernig með annað? Önnur áhugamál? Veiðirðu eða hvað gerur? Safnar frímerkjum eða? Nei, ekki frímerkjum. Ég veiddi svolítið á sínu tíma og ég veiði gengur til Rjúpna núna. Ertu búin að fá jólamatinn? Já, ég og sonur minn. Ég hef alltaf lítinn tíma þegar kemur að þessu. Já. En við skjótum bara rétt í matinn fyrir okkur. Já. Og en ég veiddi svolítið gæs á sínu tíma. Já. En svo, þetta kemur svona í tímabili hjá manni. Já. Er eitthvað að fara að slakna á þessu? Já. Er eitthvað annað komið í staðinn? Golf eða eitthvað? Nei, golfið hefur ekki náð ennþá til mín, en þessi vaxtarækt hjá mér þetta tekur svo mikið tíma. Og ég hef líka gaman að hjálpa fólki í þessu, ég að gefa svolítið tíma að mér ef að ungir krakkar að reyna að fara að keppa og ýmislegt og biðja mig aðstoð. Ég hef alltaf endalaust gaman að hjálpa. Því að þetta er erfitt að koma sér af stað og læra þessa hluti. Það er gríðarlega mikilvægt ef einhver nennir að sýna minni aðeins hvað maður er að gera. Er þetta ekki mataræðið og allt? Jú, þetta er alveg magnað, sko. En þú lærir mikið á þessu. Þú lærir á líkamanninn, þú lærir á mataræðið og ég er mjög aðeins í mataræðið til dæmis og hef alltaf verið. Já, og þú ert það þó þú sért í Mývatnssveit og allir farið inn að fá sér hamborgara og svona, þá getur þú það ekki? Nei, ég fæ mér aldrei hamborgara. Hvað færðu kál bara? Nei, ég er reyndar mikið í eggjum og svona, en kjúkling og fisk. Eggjum? Er það hollt að borða mikið eggjum? Já, það er það besta. Er það? Já. Einhvern tíma var að tala um að vera óhollt að borða mikið eggjum? Já, út á kólesteróli. Það er löngu afsannað og það sem er svo gott við eggin er að þegar þú borðar egg, ég er að nota egg í öll millimál. Á milli þess ég borða fisk og grænmeti. Eggin, þau koma ekki blóðsykrunum á stað og ekki insúlín í gang, þannig að þau gefa þau bara fullt af næringu, en það fer ekkert í gangi líkamanum. Þetta er svo gott að halda jafnvægi líkamanum með þessu. En þau eru svo góð. Þau eru bara virkilega góð og ég borða 6 egg á dag alveg allan ársins og ég fer alltaf í kólesterólmælingu og ég fæ alltaf toppniðurstöðu úr því. Er það? Já. Þannig að þetta ætti að vera... Þetta er það sem fólk á að hugsa um, þetta er það besta. Hverju manni hollt að borða mikið af eggjum? Ég held ég geti fullist það. Aðeins meira, og ég dálítið áhuga á þessu leiðsögudæminu. Af hverju fórstu í það? Þú varst ánægður í starfinu sem hárgreiðslumaður og allt þetta, en samt ferði í þetta? Já, ég er reyndar búin að halda mig mjög vel við, en axlirnar á mér eru orðnar svolítið slitnar. Og hálsinn, ég stend mjög slæmur í hálsinn. Úr vinnunni? Já. Þannig að ég var alveg viss um það að ég myndi eldast miklu betur þegar aðeins eftir nokkur ár. Þá er það rosalega gott að hafa þetta nám. Já. Svo endaði ég bara á því að fara alveg yfir í það. En ég skellti mér í háskólan. Ég held fyrst reyndar að ég þyrfti ekkert að fara í þetta því að ég þekkti landið mér svo vel. En það kom annað daginn. Það er allar sögurnar sem eru í kringum alla staðina. Þetta er snillt að kunna þetta. Og mikið óbúslega var það gaman.
En hvernig með svona sko annað náttúrulegt sko jarðfræði og þess áttar? Er það ekki partur af þessu? Jú, maður þarf að læra það og ég þarf að læra jurtirnar og fuglana og allt saman en ekki spyrjum út í jurtirnar. Það var erfitt að læra þar. Já, en á ensku. Er ekki gaman að segja fólki sem spyr hvaða fugl er þetta eða hvað er þetta og geta svarað? Jú, þetta er allt saman, það er allt gaman í þessu, finnst mér. Mér finnst allt gaman og ef fólk hefur áhuga einhverju, það er svo gaman að geta spjalla við þá og ekki síst ef maður veit hvað þau hafa gaman að því hvað maður getur upprætt í því að fólk sem kemur hingað hefur gríðarlegan áhuga á Íslandi og bara íslenski, bara allt sem hvernig við höfum lifað í gegnum árin. Já, já. En hvað finnst útlendingum fallegast? Eða skemmtilegast? Náttúran heillar endalaust sko. Hún gerir það? Bara endalaust. Alveg sama hvað það er raun og veru. Hvaða landshluti heillar þig mest? Já, ég er hrifinn á öllum landslutum. Ég get ekki tekið neinn landsluta meira úr heldur en annað. Ég náttúrulega ættaður frá bara Bökkum, Jökulsárfjöllum. Já. Eiginlega Genghljóðaklettum austan við. Já. Sá partur náttúrulega er gríðarlega stór í mínu lífi og þar er móðir mín fædd og uppalinn og við höfum byggt upp gamla húsið aðeins og eigum það sem sumarhús. Þetta er staður sem hefur alveg gríðarlega mikla. Já. Siddi, þú ert að flytja úr landi. Já, ég er búinn að taka þá ákvörðun að fara til Noregs. Hvað á það að þýða maður ánægður í vinnunni sért að flytja úr landi? Svona er ástin. Svona er ástin. Þetta hlaup heitir ástinni? Já. Hvert? Til Noregs. Já. Það er nú fallegt í Noregi. Já, ég er búinn að búa þar í 6 ár. Já, þú ekki samanlagt en svona á og til. Já. Þannig ég þekki Noreg mjög vel og tala reipnandi norsku. Já, og hvert ætlar að fara? Ég fer til lítils bæjar sem heitir Kirkenes sem er rétt utan við, hann er 100 km norðaustur af Oslo. Hvað er það stór bær? Kirkenes er ekki nema 1400 manna bær. Já, en Kongsvinger sem er bara 30 km frá það er jafnstórt á Akureyri, 18 til 20.000 manna bær. Þú ert elst ástina og hvað er hún að gera þarna? Hún er prestur, heitir Jón Lovísa. Og er prestur á staðnum? Hún er prestur í Noregi, já. Hún er að vera þar í 1,5 ár og líkar mjög vel. Þannig að ég ætla að fara út. Hvað þýðir það fyrir mann á þínum aldri sem varst búinn að koma þér upp, þú veist, þú áttir hús og bíl og eitthvað svona og fullt að innbúi og öðru slíku. Ætlarðu með þetta allt saman eða ætlarðu að selja þetta eða hvernig er staðan? Ég er búinn að selja. Ég er búinn að selja þetta allt saman, já. Ég á rosalega auðvelt með svona hluti ef ég er búinn að ákveða einhverju hluti þá bara ger ég það. Já. Og já, þetta er bara kafli sem ég er búinn með. Maður getur alltaf hoppað inn í hann aftur. Hvað ætlarðu að gera? Ég ætla að byrja að fá mér starf í hárgreiðslunni. Ég er búinn að nánast fá það. Já, þú ætlar að fara í það? Já, ég ætla að fara í það til að byrja með. Meðan ég ætla bara svona átta með aðeins á hvað er í gangi á svæðinu. En þessi sko, þú með þess að þú talar fína norsku. Já. Ert leiðsögumaður. Stofnar ekki bara lítið snottvert fyrirtæki? Mögulega. En ég, sko, Norðmenn ger ekkert fyrir ferðamenn. Það er bara ekkert, engin gætar, ekki neitt í gangi nema kannski rétt aðeins á vesturströndinni og mjög langt í norðri. Já. En þarna er ekki neitt. En er þetta ekki svæði sem að útlendingar vildu koma á? Er þetta ekki það fallegt? Sko, allur Noregur finnst mér mjög fallegur en þarna er ekkert sem að dregur að sérstaklega. Í Kongsvinger, jú, gríðarlega fallegt virki sem að Norðmenn notuðu þegar þeir voru að verja svíum í Kanada yfir ána sem er þarna. Þarna er ekkert sko blátt lón eða heitt lón eða Mývatnssveit eða neitt svona. Sko þarna er Finnskúin og Finnar komið þarna á sínum tíma fyrir, ég veit ekki hvað, 1600-1700 eitthvað svoleiðis. Þá komu þeir hérna og notuðu skóana og felldu svolítið, brenndu skóa svolítið og notuðu það á mjög sérstakann hátt og skilji eftir sig bæði, já, alls konar hús og ýmislegt þannig sem er notað í dag til þess að draga að túrista. Já. En ég veit ekki, það getur vel verið að sé hægt að búa til fyrirtæki sem vil fara að skoða úlfa og elg. Það er gríðarlegt úlfa og elgsvæðið þarna. Hvernig er með norðurljós á þessum slóðum? Nei, ég held að þau séu ekki. Nei, ég held ekki. Ég held að sé ekki nógu norðarlega. Nú eru örfáir dagar til jóla. Já. Þú ætlar að fara hvenær? Ég fer 7. janúar út. En hvað ætlar að gera jólin? Það ætlar að vera bara einn og?
Ég á son hérna og barnabörn sem ég verð hjá. Já. Ég skrepp nú aðeins til Reykjavíkur og sjá dætur mín að þær verða þar allar saman hjá móður sinni og ég ætla að hitta þær líka. Já. Og sem betur fyrir góðu vinskapur þar í gangi og hérna svo ég verð að vinna mikið jólin. Það til dæmis ég að fara að túra á aðfangadag með 10 manns upp í Mývatnssveit. Á hvaða klukkutímum? Ég legg af stað korter yfir 9, ég er vonandi verið komin 3 ef allt gengur upp. Hvernig með jóladag? Er hann svona ferðadagur líka? Já. Ferð á jóladag? Nei, ekki ég vonandi verði frí á jóladag af því ég tek aðfangadaginn. Ég tók allt í fyrra, alla dagana. Ég ætla að reyna aðeins að... Hvernig tilfinning er það? Þetta gerir jólin svolítið skrýtin, ég skal viðurkenna það. En mér finnst yndislegt að koma svo heim eftir 3 eða 4 og henda mér í faðm barnabarnanna, sko. Þetta er alveg, þá dettur maður bara inn í jólin. Já, dettur inn í jólin og fer bara að borða á þessu. Já. Þetta er ánægilegt. Það var gaman að tala við Sigurð Karl Aðalsteinsson, setti, árgreiðslumaður og leiðsögumaður. Ég ætla að taka myndaðir hann í lokin. Já. Og maður þarf líka að mynda þér á það fyrir Noreg. Já. Þessi við byrjum þessa myndina svo þess. Það var gaman að þetta gangi vel. Sömuleiðis, takk.